Þá komið að þriðja liðadagskrá, Hlíðavellir, fyrirspurn varðandi skipulagsmál og ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórninni og gefa mér orðið. Málþingi bæjarfundur Halla Björk Unnarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér komin að dagskrá 5. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 12. mars síðastliðnum. Erindi dagsett 5. mars 2020 á þessu ári, þar sem Jóhann Þór Jónsson fyrir hönd Atnorð EHF sækir lóð CD og E á athafnasvæði við Hlíðavelli til uppbyggingar og gagnaveri. Jafnframt óskað eftir að lóðirnar verði sameinaðar og núverandi lóð gagnavers Atnorð við Hlíðavelli. Skipulagsráð tók jákvætt í fyrirliggjandi erindi þar sem var að ræða framhald uppbyggingar sem hófst á svæðinu árið 2021. Skipulagsráð telur mikilvægt áður en að úthlutun kemur þá verði gerður samningur nýtingu glatvarma sem verður til við uppbygginguna. Ákvörðun úthlutun lóðana til umsækjanda vísað til bæjarstjórnar samanber ákvæði grein 2.3 í reglum úthlutun lóða. Þetta er sérst komið hér á dagskrá bæjarstjórnar vegna þessa ákvæðis, það er að segja umræðum að úthluta þessari lóð án auglýsingar og jafnframt þá leggur fyrir tillaga bókun að svo verði gert en með fyrirvara að samninga náist nýtingu glatvarmans. Takk bæði, þetta var Halla Björk Unnarsdóttir fyrir ekki náttúrulega stjórn á fundunum. Takk fyrir það, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við erum hér í dag til að taka ákvörðun hvort við ætlum að úthluta í þriðja sinn lóðum undir gagnaver til eins fyrirtækis án auglýsingar. Í reglum úthlutun lóða hjá Akureyrarbæjar segir að alla lóðir skulu auglýstar áður en þeim úthlutað í fyrsta sinn, en skipulagsráði þó heimilt í sérstökum undantekningatilvikum að veita vilyrði eða úthluta lóðum án undirgenginnar auglýsingar. Með fengnu samþykki í bæjarstjórnar. Ásaki, ég get ekki notað þessi tvískipti gleraugu mín. Ég sé ekki neitt. Það var ekki skýrt í bókun ráðsins til bæjarstjórnar hver þessi sérstöku undantekningatilvik eru sem skýra þessa afgreiðslu, en í bókun skipulagsráðs segir, með leyfi forseta, skipulagsráð tekur jákvætt í fyrirliggjandi erindi þar sem ræða framhald uppbyggingar sem hófst á svæðinu árið 2021. Að mínu viti þetta ekki sérstök undantekningatilvik. Eigum þá ekki bara alltaf að úthluta lóðum án auglýsingar til fyrirtækja eða verktaka á þeim forsendum að þau eru þar fyrir, að þau voru fyrst að hefja uppbyggingu á einhverjum stað. Sú viljayfirlýsing sem bæjarstjóri undirritaði við umrætt fyrirtæki í apríl 2022 tekur aðeins til 1,5 hektara land sem hefur nú þegar verið úthlutað og þar segir ekkert loforð frekari úthlutun og án auglýsingar. Síðan þá höfum úthlutað 2 til viðbótar án auglýsingar. Gagnaversfyrirtæki hafa verið að sýna Akureyri áhuga og má einhverju leyti skýrast að jarðhræringum á Reykjanesi og greiðari aðgang að gagna með tilkomu nýs gagnastrengs Mílu til Akureyrar. Því mjög sérstakt af hverju ákveður að hygla þessu fyrirtæki umfram önnur í þriðja sinn. Eins og ég best veit hefur þetta fyrirtæki ekki hyggju að byggja höfuðstöðvar sína hér, heldur verður fyrirtækið að mestu stýrt að sunnan eða í höfuðstöðum þeirra í Hafnarfirði. Það má þá gjarnan leiðrétta mig ef það ekki rétt, en það var eitthvað sem ég punktaði hjá mér þegar að fyrirtækið kom og var með kynningu fyrir síðustu úthlutun í bæjarráði. Og þá virtust millistjórnendur og stjórnendur ekkert sérstaklega spennti fyrir Akureyri sem ég skil ekki. Þannig að mér finnst ekkert liggja á að ana út í þessa úthlutun núna, gefum þeim svigrúm til að þróa það sem komið nú þegar og hvort þarna muni eiga sér stað einhver þróun, bara sem dæmi í hátækniiðnaði og nýsköpun, áður en við úthlutum fyrirtækinu lóðum án auglýsinga í þriðja sinn. Við höfum hvorki fengið kynningu frá fyrirtækinu né neina tryggingar framhaldið.
eða við auglýsum bara lóðirnar aftur og gefum öllum tækifæri til að sækja þessa lóðir sem eru skipulaðar fyrir græna og umhverfisvæna starfsemi. Þannig að lokum ætla ég að leggja fram bókun fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa Jönu Salome, Gunnars Más og mín. Í reglum útlutu lóða skipulagsráði í sérstökum undantekningatilvikum heimilt að veita vilyrði eða útluta lóðum án undangenginnar auglýsingar að fengnu samþykki bæjarstjórnar. Tillagan sem nú liggur fyrir bæjarstjórn gerir ráð fyrir að lóðum undir gagnaversi útluta í þriðja sinn án auglýsingar til tiltekis fyrirtækis en án alls rökstuðnings þarum. Stöldrum heldur við í þetta sinn og gefum viðkomandi fyrirtæki svigrúm til að reisa fyrirhugaða skrifstofubyggingu sem átti að rísa eftir fyrstu lóðaúthlutun, gefum umsækjandi jafnframt tækifæri til að sýna fram á að hægt sé að nýta glatfarmann frá húsunum úr annarri úthlutun því ekki var hægt að nýta hann frá fyrstu húsunum. Þá fyrst getum við samþykkt þessa úthlutun. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir lokið máli sínu orðið er laust. Þá ætla ég að biðja varðforstjóra að taka við stjórnin og gefa orðið. Tekur bæjarfulltrúi Hallabjörg Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla hérna bara rétt að lesa tillögu að afgreiðslu málsins. Það er sem sagt tillögu að útluta 3 lóðum að Hlíðavöllum merktar C, D og E í deiluskipulagi til Atnorð EHF án auglýsingar með vísan til annars 3. greinar í reglum útlutun lóða. Er gert ráð fyrir að í kjölfar útlutuna verði gerð breyting á deiluskipulagi sem felur í sér að lóðirnar 3 auk svæði sem átt að fara undir vegsvæði verði sameinaðir lóð Hlíðavalla 1. Mikilvægt er að gott samráð verði við Norðurorku útfærslu breytingarinnar og að tekið sé tillit til fyrirliggjandi umsagnar dagsett núna 27. mars 2025. Bæjarstjórn samþykki jafnframt að gatnagerðargjald verði 15% samanber heimild 1. málsgreinar 5. lið annarra greinar í gjaldskrá gatnagerðar og byggingarréttargjalda í Akureyrarbæ nr. 24/2024. Til viðbótar við gatnagerðargjald leggst á byggingarréttargjald til samræmis við gjaldskrá Akureyrarbæjar þar Samþykkt bæjarstjórnar er með fyrirvara að gerði verði samningur við Atnorð nýtingu glatvarma sem til verður við starfsemina. Skal samningurinn staðfestur af bæjarráði. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúa Hallabjörg Einarsdóttir fyrir, ég aftur stjórn á fundinum. Takk fyrir það, orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillögu að afgreiðslu sem ég var að lesa upp, rétt upp hönd. Það eru 8, þeir sem eru á móti og 3 sitja hjá og leggja fram bókun.